Umræðan hér alltaf afvegaleidd. Það alltaf verið að grauta öllu saman, skyldu og óskyldu. Allt í pólitískum tilgangi. Ég geri enga sérstaka athugasemd við það í sjálfum sér. En þetta auðvitað bara veruleikinn. Það skiptir auðvitað miklu máli hvort að ræða skattsvik, skattaundanskot eða hvort að menn eru í eðlilegum viðskiptum þó lágskattasvæði sé, hversu eðlileg þau eru og svo framvegis. Það enginn áhugi hér á þinginu hjá stjórnarandstöðunni að gera einhvern greinarmun. Nei, allir skulu vera dæmdir bara sem einhvers staðar komu nálægt einhvers staðar lágskattasvæði. Þetta ekki málefnaleg umræða. Hún í raun og veru villandi og hafi verið að afvegaleiða alla. Það má slá tvennu föstu, alveg naglföstu aflandsfélög. Þau eru ekki ólögleg, en þau eru alltaf og eingöngu sett upp til að fela eitthvað. Það ekkert sem heitir aflandsfélag án feluleiks, sama hversu oft og mikið eigendur þeirra þræta fyrir einmitt þetta. Af hverju annars verið að borga fleiri 100.000 krónur fyrir aflandsfélag? Það verið að borga fyrir hulishjálminn fyrir að fela fé og umsvif, felur fyrir skattinum, fyrir samkeppnisyfirvöldum, ársreikningaskrá og svo framvegis. Það ekki verið að borga fyrir að fjárfesta, ekki verið að borga fyrir umsvif. Það vel hægt að stunda fjárfestingar og umsvif án aflandsfélaga. Í íslensku umræðinu Panamaskjölin má stundum skilja að það séu til tvenns konar aflandsfélög, góð og vond, öllu heldur góður og vondir eigendur. Þeir góðu feli ekkert, reyndar aldrei skýrt að hverju menn setji þá yfirleitt upp aflandsfélög með ærnum tilkostnaði og svo þeir vondu með vond aflandsfélög til að fela eitthvað. Þetta virðist þó vera alveg sér íslensk nálgun því alþjóðlegar stofnanir eins og OECD og samtök eins og Global Witness sem berjast gegn aflandsvæðingu gera engan slíkan greinarmun, berjast almennt gegn aflandsvæðingu.